Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, eitt af stórum málunum sem niður á þingi, þau eru nokkur, það til dæmis frumvarp lagareldi og almannatryggingar og útlendingalögin voru að koma út og nefnd í dag. En það eitt mál sem þarna, það með breytingar á húsaleigulögum sem að, snerta náttúrulega hag gríðarlegs hóps fólks, margir leigjendur hér á landi. Ég veit ekki hvað, 40 heimili pluss sem að í leiguhúsnæði. En til þess að glögga okkur á því, við ætlum að ræða hérna við þingmenn eitthvað á næstu dögum, en til að glögga okkur aðeins á þessu frumvarpi eru hingað komnir menn sem hafa mikið verið að fjalla húsnæðismál. Bjarni Þór Sigurðsson, hann situr í stjórn VR, formaður húsnæðisnefndarinnar, var starfsmaður húsnæðishóps ASÍ á tímabili, eitt fulltrúaráði Bjargs, búinn að vasast mikið í húsnæðismálu verkalýðshreyfingarinnar lengi, og Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem formaður Leigjendasamtakanna. Verið velkomin. Takk fyrir. Herðu, ég að fá ykkur hingað til þess að segja mér hvað þetta er. Hvaða breytingar eru í þessu frumvarpi, ef ég má byrja á þér, Bjarni? Er þetta eitthvað sem tekur því að velta fyrir sér? Eða er þetta kannski enga breytingar? Er þetta verið að lögfesta óbreytt ástand? Það kannski má segja já og nei við þessar spurningu, en það eru fullt af hlutum í þessu frumvarpi sem skipta gríðarlega miklu máli. Kannski aðalmáli sé einfallega það að núna í 3 kjarasamningum í röð, lífskjarasamningum 2019, skammtímasamningum 2022 og síðan samningur núna í síðustu 2024. Það er núna í ársbyrjun. Í ársbyrjun. Það hefur okkur verið lofað stöðugt og raunar eru ennþá lengra síðan að breytingar á húsaleigulögum og auka réttindi leigjanda. Þetta hefur alls ekki gengið eftir, alls ekki. Verið svikið? Já, svikið, og allavega ekki framkvæmt. Og síðan hefur verið stofnaðir svona starfshópar starfshópur húsnæðismál. Það sem þetta hefur verið ávarpað í þessum hópum, og það hefur komið bara konkrétt tillögur frá þessum hópum sem ríkisstjórnin hefur tekið og gefið út loforð vegna þeirra, en það hefur ekki verið framkvæmt. Það eru þarna, það fór í gegn 2020, kringu jólin 22, það voru gerð breytingar á húsaleigulögum síðast og þar voru komin skráning leigusamninga sem andlag fyrir að fá húsnæðisbætur. Þar risu upp á afturfætur fulltrúar auðvaldsins frá Sjálfstæðisflokknum og mótmælti þessum breytingum og töldu þetta vera svona alltaf því bara stjórnarskrárbrot og svo framvegis. Hvaða rökum að samningur á milli aðila ætti bara að vera einkamál þeirra að tvekja og það ætti ekki að skrá húsaleigusamninga. Þannig ef ég verið að leigja þér húsnæði þá þyrfti ég ekki að gefa það upp til skatts? Ég bara yfir höfuð að gefa það upp, já. Þannig að niðurstaðan var það var eitthvað svona að eingöngu atvinnuleigjendur, svona stóru leigufélögin Alma og Heimstaden og þessu fleiri svona félög, og þeir sem varu svona stunda leigu, húsleigu í atvinnuskinni, að þeir varu skráningarskyldir fyrir þessum. Þennan grunn, þetta átt að skrá í leigugrunn HMS og þetta átt að vera svona til að ákvarða síðan einhvers konar leigu, markaðsleigu eða hvað sem er, en þetta var hvorki fugl né fiskur og það er í raun og veru, má segja kannski hefði þetta farið í gegn þarna á þessum 22, þarna jólin 22 á þinginu, þá hefði verið í annarri stöðu í síðustu kjarasamningum til þess að semja hlutina. Þannig að það er svona bæði nýtt og gamalt í þessu. Það eru eins og forgang í leigu og svo framvegis, en ef ekki bara sjá hvernig þessu vindur fram og kannski taka þetta bara fyrir hvert og eitt. Þú voru að hjálpa okkur. Eru í þessu frumvarpi einhverjar veigamiklar breytingar? Já, það er eins og Bjarni nefnir, þá er kannski stærsta breytingin svo, það er verið á að skylda alla leigusala til að skrá alla leigusamninga í þennan gagnagrunn. Þetta er ekkit ósvipað eins og bara þinglýsing leigusamninga, en núna er hún bara skylda. Hingað til hafa svona 45% samninga
verið þinglýst. Þannig að þetta kannski... Vegna þess að það hefur ekki verið hvati á þeim sem að ekki eiga rétt á að fá húsaleigubætur að þinglýsa samningum. Já, það hefur verið þannig en þrátt fyrir það nú tölvöld af samningum ennþá þinglýst, vegna þess að fólk vill ennþá þinglýsa og þetta kannski eitthvað svona prinsipmál hjá sumum. En þetta kemur í staðinn fyrir þetta og þetta kannski stærsta breytingin. Það verið að breyta þarna, þetta nýmæli. Það er að segja leiguskrá nú og skildi alla til að skrá þetta inn og þá fáum við náttúrulega að sjá ég veit ekki hvort að við fáum að sjá það en Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem heldur utan leiguskrána sér þá hreyfingar á leigumarkaði það er ekki víst hvort að við almenningu fái aðgang á þessum upplýsingum eins og var með þinglýstu samningana þar gat almenningu leitað í svona það sem hann kalla verðsjá og kalla verðsjá húsaleigu þá gat almenningur bara greint stöðuna og hreyfingarna á leigumarkaðin aftur í tíman eftir póstnúmerum og stærð og þess áttar. Það er ekki í boði ennþá í dag allavega. En þessi leiguskrá svo grundvöllur fyrir kannski stærstu breytingunni sem að fór í gegn einmitt þetta í desember 2022. Þá fór þessi leiguskrá inn á þing og þá var tillagan svo allir leigusamningar ættu að vera skráningaskyldir en svo var fallið frá því og eins og Bjarni nefndi þá náði svo breyting bara eða svo skylda yfir þessi stóru leigufélög en á sama tíma og undir þessu fjaðrafoki umræðunar skylduskráningu leigusamninga þá líka gerð breyting á 37. grein húsaleigulaga sem mikilvægasta og grein húsaleigulaga fyrir leigjendur sem að kveður á sanngjarna húsaleigu. Þetta ákvæði hafi verið óhreyft í húsaleigulögunum frá 1994 og þar stóð bara í 2 setningum að húsaleiga skulle vera sanngjarn og eðlileg í garð beggja aðila og búið. En núna búið að skilir það. Það var ekki sett að haldi þessu ákvæði í lagana því að það hellinga fólki sem að borga okurleigu. Þannig að það var ekki haldið að þetta hafi staði í lögunum að leiga þetta að vera sanngjarn. En það bara spurning hvernig þú nálgast það verkefni vegna þess að sanngjarnishugtakið það kemur fyrir í 102 greinum íslensk réttar og það hafa fallið mjög margir dómar sanngjarna endurgjald til dæmis í íslensku dómaframkvæmd undanförnum árum. Þannig að það var alveg tilefni til þess að láta meta hvað sanngjarn húsaleiga. En í dag búið að hlekkja þetta sanngjarnishugtak við markaðsleigu óháð aðstæðum á markaði og það það sem við gerum athugasemdir við og núna í þessu frumvarpi á að ekki bara skilir það hugtakið sanngjarni við markaðsleigu heldur á líka skilgreina hver markaðsleigan Markaðsleigan á að vera reiknað mengi eingöngu dýru samningun á leigumarkaði. Það segir í greinargerð með frumvarpinu. Það er ekki bjarg og ekki... Við vitum ekki nákvæmlega hvernig þetta verður skilgreint en það ekki samkvæmt lögun, það er ekki gert ráð fyrir einmitt í lögun og það er þess að tiltekið að samningar svona leigusamningar í félagslegu húsnæði, ég ætla nú bara að setja svona loft gæsarleppir í kringum það eigi að vera undanskildir og það auðvitað bara að mörgluð ósangjart. Fyrsta lagi spurning, húsaleiga hjá Bjargi, það félagslega leiga? Þetta auðvitað fólk bara á vinnumarkaði sem að bara, en borgar leigu í félagi sem byggir hús og reiknar leigun út frá kostnaði, byggingkostnaði og restarkostnaði. En það að undan skilja leiguna með þessum hætti, það þetta eins og Guðmundur segir, skekkir auðvitað markaðinn. Og ég held að svona smá saman ef þessir aðilar sem hafa byggt í almenna íbúðakerfinu sem fá stoppframlög, ef að þeir byggja íbúðir og leigja þær út og þær eru skráðar líka inn í leiguskrána, þá bara kemur ákveðin tala út og það eins og í Danmörku, þá var þetta bara einfaldlega að reikna munin á félög sem er á markaði og síðan sem er að leigja ykkur svona non-profit eða low-profit félögum. Þannig að verður alltaf bara ykkur svona margin þetta á milli og ég held að segja og það gefur alveg miklu svona heilbrigðari tölu í raun og veru á leigu. Ef að allar íbúðir eru alltaf inni og það við þekkjum náttúrulega frá öðru löndum þar sem félagslegi hlutin svolítið stór og öflugur að þá getur það haldið aftur af hækkunum á húsaleigu.
Já, í Danmörku Þannig raunverulega verið að íta þessu frá, þannig að markaðsleigan raunverulega leiga á Já, bara hjá hagnaðardrifnum einkamarkaði. Það stendur bara í greinargerðinni að það lagt áherslu á að félagsleg húsaleiga og leigusamningur á milli tengdar aðila valdi ekki skekkju við útreikning á markaðslegu. Þarna bara verið að búa til sérstaktmengi yfir dýrasta hluta leigumarkaðarins og hann á að framkvæmda markaðslegu. Það kemur sér viðmiðun í staði fyrir það sem áður hétt sanngjarnt. Það kemur fram vildi markaðurinn, hann hefur rétt fyrir sér og það setur við í staði fyrir hugtakið sanngjarni. Já, þannig að búið að lögfesta það að sanngirni á húsaleigumarkaði tekur alltaf með að markaðsaðstæðum og ekki bara markaðsaðstæðum, heldur bara dýrahlutunum á markaðinum. Og þetta finnst okkur vera bara aðför að rétti leigjenda. Ég ætla samt að spyrja á þann því að ég búin að búa hennar lengi. Og þetta ákvað í lögunum sanngjarna leigu, það hefur ekki haldið. Já, það hefur bara ekki reynt á það. Af hverju ekki reynt á það? Ég get ekki svarað því. Við höfum það í hyggju og tölum það mikið sumarið 2022 að það þyrfti að fara með dómsmál eða minnst okkur prófmál í gegnum kærnund húsamála þar sem að þetta leiguhækkanir eða leiguverð bara hreinlega skorað á hólm og það þyrfti þá að fara fyrir kærnund húsamála og kannski eftir atvikum fyrir dómstólar hreinlega. Og við töluðum mjög mikið þetta og ég vil meina að það hafi nú bara verið hvatinn að því að þessu var snarlega kippt í liðin og breytt á alþingi að Þið hefðu átt að þegja? Já, hugsanlega hefðu átt að þegja. Við vildum bara líka svona þreifa fyrir okkur með hvað viðbrögð væri við þessu og við lögðumst í lærdóm eða svona fræddum okkur aðeins þetta, hvernig dómaframkvæmd hefur almennt verið þar sem að talað sanngjarnt endurgjald fyrir ákveðin verðmæti. Og þar bara hefur oft verið farið í því tildi verið farið látið gera sanngirnismat og þetta vildu við hreinlega gera. Ég veit ekki af hverju að kærnefnd húsamála hefur ekki fengið þetta til úrlausna. Já, kannski hafa þau bara ekki tekið þessi mál inn. Það hafa komið svona mál þar sem að menn að rífast tryggingafé og hugsanlega ólöglega vísitöluhækkanir aftur í tíman og þess að en aldrei, ég hef ekki fundið einasta dóm og þetta leita mikið þar sem að kærnefnd húsamála hefur tekið fyrir lögmæti leigufjárhæðar. Og ykkar tillega frá því fyrir svona 2 árum var að fara með mál í gegnum þessar kærnefndir, þannig að út úr þeim úrskurðum kæmi einhver svona hugmyndum það hvað verið sanngjarnlega. Já, það getur orðið viðmiðunin í staðin fyrir það sem tilæðinni núna, að það bara það sem að Alma og Heimavellir og félagar rukka, að það rétta verð. Já, vegna þess að líka, það var nú í gildi í áratugi og það gildi nú reyndar bara eingöngu húsnæði eigu ríkisins. Þá var húsalega alltaf ákveð viðmið af brunabótamati vegna þess að menn voru ekki og það var ekki álitið að menn væri að leigja eitthvað markaðsvirði, heldur raunvirði. Þú veist að leigja raunvirði húsnæðisins sem er eiginlega bara byggingakostnaðurinn. Já, þannig að ef það verður skortur á húsnæði á markaðnum og fastina verður ríkur upp, þá að leigan ekki elda það. Því að leigan á að taka með að brunabótamati sem bara endurbyggingakostnaður. Já, þetta var við gildi í áratugi og einhver leyti gildi ennþá varðandi íveru í húsnæði sem hefur tapast á nauðungarsölu. Þar eru sýslumenn ennþá að nota þetta fyrirkomulag. Það er að segja að það er ársleiga á húsnæði á að vera 5% af brunabótamati og svo í gömlu lögunum var fyrir ríkiseigur þá var ákveðin deilitala sem fylgdi þessu. Hún var 1 í miðborg Reykjavíkur og svo fór hún í 0,9 í Kópavogi og 0,8 á Akranesi og endaði held í 0,1 á Þórshöfn eða Raufarhöfn. þar sem að þá var verið að taka mið af því að það væri ákveðnar markaðsaðstæður endar út á landi, en þarna er ákveðin framkvæmd sem að má vísa í og ekkit ósannilegt að kærunefnd húsamála hefði tekið til ígrundunar, hefði verið að skoða hvað er sanngjarn húsaleiga, vegna þess að það eru til hugmyndur það að sanngjarn húsaleiga taki mið af raunverðmæti húsnæðisins, vegna þess að þú ert að leigja verðmæti en ekki einhverja hugmyndi markaðarins endursölu.
Þetta er dæmi það að frumvarpið, ef að það er fram að ganga, að það verður lakari staða fyrir leigjendur heldur var áður. Ég ætla nú ekki að segja að það gangur svo langt að segja það. Ég meina þetta Í þessu atriði? Í þessu atriði, það er reyndar, það er hérna, sko, kæru nefndin, hún, sko, uppalega átti sko fresturinn til að kæra átti að vera 1 mánuður. Það reyndar breytist í 3 mánuði, en nú segir kærunefndin sjálf í umsúsinni fyrir þetta frumvarp að hérna málsmeðferðar tími hjá þeim sé svona 4 til 6 mánuðir. Þannig að þú ert bara löngu fluttur út og komin út á gaddinn þegar kærunefndin vaknar til lífsins eða hefur tíma til að sinna verkinu, sko. Þannig að það þarf að efla þessa kærunefnd verulega. En það mætti setja bara einn ákvæði að ef að mál eru fyrir kærunefndinni að þá sé óheimilt að vísa leigjanda úr húsnæðinu? Örglega mætti auðvitað gera, auðvitað ætti bara ef að markmiðið væri að tryggja rétti til leigjanda? Það er auðvitað hugmyndin með þessu, sko. Það ekki? Ég veit ekki hvort það sé hugmyndin. Meiri Guðmundur verið að draga í að segja, þessum er nefna það, hvort að þetta sé eina atriðið í frumvarpinu sem að megi færa rök fyrir því að leigjendur sitji ver eftir. Þú ert ekki alveg viss? Að mínum að er það alveg klárt og með þessum 2 breytingum, annars vegar breytingin sem var framkvæmt 2022 í desember og svo þessa tillögur, þær ganga ennþá lengra og þær styrkja þetta fyrirkomulag að húsaleiga, sanngjarn húsaleiga skuli alltaf vera markaðsleiga, óháð markaðsaðstæðum og svo þetta að það skuli þá reikna bara af dýrari hluta markaðnum. Þetta er, sko, leigjendur hafa búið við þetta vegna skorts á húsnæði en að lögfesta þetta fyrirkomulag algjörlega óháð markaðsaðstæðum og nú að bæta við 3 köflum við 37. greina sem voru 2 setningar í 3 áratugir og sagði bara móðurreikin hvað þarf til þess að réttlæta þessa breytingu og bæta við 3 köflum við þessa grein og þar eru tilteknar bara þar ástæður sem að leigusala geta nýtt sér til þess að hækka leiguna. Það er hvergi vikið af því að það sé annar aðili í þessu samningssambandi, leigjandinn, hvaða aðstæður og hvaða forsendur hann getur nýtt sér til að knýja fram á lækkun leigu. Það er ekki minnst á það. Það er eingöngu tekið mið af því að leigusalinn á að geta hækka leiguna og hann getur nýtt sér til þess alls konar kostnað, bæði fjármagnskostnað. Það er engar hömlur á því hvernig hann getur, hvað fjármagnskostnað hann ber. Hann getur tekið dýrustu lánin, styrstu lánin og réttlætt hærri húsalegu með fjármagnskostnaði. En það eru auðvitað hérna atrið í þessum lögum, það er eins og forgangur leigjanda, þú veist, Já, ég ætlaði að koma að því, ég ætlaði bara að klára þær breytingar sem að mætti túlka þannig að leigjendur væri með veikari rétt og eftir. Ef þetta tekið svona samík, ef þetta er svona skoðið í heilsinni, að þá þarf kærunefndin að taka tillit til einmitt svona þátta eins og forgangur og hvernig maður hækka leiguna milli samninga og svo framvegis og það eru fullt á svona hlutum sem eru jákvæðir. Sem eru auðvitað jákvæðir. Allan að mínum að við hittum stundum í melabúðinu Guðmundur og rífum þetta, ekki búið að reka okkur út af þessu ennþá. Það er ekki mikið pláss í melabúðinu fyrir yfirldi. Nei, þetta er ekki bara sáttir þar. Nei, við svona hefum rætt þessi mál og auðvitað erum við sammála, þú veist, í grunninn þetta, þú veist að það þarf að gera mikla bragabót. En okkur finnst báðum ganga allt og hægt. Allt og hægt. Já, ég held að þetta er ekki af henni góða að mínu mati vegna þess að það eru engar svona hömlur á því hvað veist, eins og með fjármagnskostnað leigusalinn getur sent gögn og þá er engin ágreiningur. Það er að segja að það er gert ráð fyrir því ef að hann vill hækka húsaleigunum 30.000 og þá sendur hann gögn með til leigjandans og þar er hann væntanlega búinn að byrgja brunnin þannig að þetta verður ekki á honum tekið að segja, hann tapar ekki þessu máli, hann sýnir bara fram á það að fjármagnskostnaður hans hafi aukist svo og svo mikið eða þá að íbúðin í næsta húsi hafi hækkað svo og svo mikið og hann verður að sýna fram á það en af því hann gefin heimildi til þess að tína ýmislegt til Og engin takmark á því. Það er ekki þannig að hann megi bara sína fram fjármagnskostnað af 60% af verðinu vegna þess að þú átt ekki að fara út á húsaleigumarkað með ekkert eigið fé
Ég geti keypt bara 100% láni Já. á vondum kjörum. Það enga þá þarf þú að borga mér það af því að þú er óheppinn að leigja hjá mér. Engir svona varnaglar. Og ef að leigusalinn sýnir fram á þetta, þá get ég ekki séð í þessu frumvarpi að kærnefnd húsamála þurfa að leita sér eitthvað annar stað að fanga til þess að meta hvort að leigan sé sanngjarn eða ekki. Já, það er þetta sanngjarni sjónarmið, það er að segja það er stendur að hún sé markaðslega. Það er ekki sanngjarnt að þú takir sko smálan til að kaupa þér hús eða íbúð það er hvergi og þú látur því. síðan leigjanda borga í lögunum. Já, er það ekki sanngjarnt og já. Sko ef ég má semja lög sem að ég myndi til þess að það þarf að venda leigjendur fyrir einhverjum bröskurum og sem eru að vaða út á leigumarkaðin til þess að afla sér fjár kannski með takmarkað eigið fé. Ég sé ekkert að því að ef þú ætlar að leigja, ef ég ætla að leigja þér húsnæði að þá verði ég að vera með veðhlutfalli má ekki vera hærra en bara 60%. Þannig ég sé ekki einhverju braskstöðu og sé alltaf að láta þig borga fyrir mig. Þetta sé 30% í Nóri? Ég held að þetta sé alveg þetta er alveg hárrétt sem hún segir og þetta er ekki í lögun. Nei, þetta er ekki núna en og þá segi ég ef að bíða eftir þetta verði með þessa ríkisstjórn sem við erum með núna það sem einn flokkur í ríkisstjórninni á örugglega eftir að styðja ekki við þetta frumvarp. Ekki eins og þetta frumvarp. Ekki eins og frumvarp eins og í dag. Ekki eins og frumvarp eins og í dag. Þeir eru bara, þegar að frumvarp hefur lagt fram í núna, hvernig var það í febrúar, mars. Og Sigur Ingi talaði fyrir því, það voru 2 þingmenn sem töluðu í allan tíman, Teitur Björn og Óli Björn, og þeir voru bara eins og þingmenn í stjórnarandstöðu. Þeir finna þessu allt til fórhundu á þeim forsendum að þessi vera skylda aðila til þess að skrá sem þeim finnst vera stórkostlega mannréttindamál. Já, þeir horfa ekki ég held að þessi sýndar mennska vegna þess að leigusölum eru tryggð það mikið réttindi til þess að hækka húsaleguna. Auðvitað muni þetta á einhverjum tímapunkti það muni hægja á hækkunum. En með að við hraðan á hækkunum núna síðast ári. Af hverju mun það hægja á hækkunum? Já, það mun væntanlega verða til þess að þegar að markaðsleiga er farin að myndast í ákveðnu svæði að þá verður erfiðara ef þú hefur ekkert annað í hendinni að hækka húsaleguna. Þú þarft að vera þá með einhvern kostnað, þú er búin að vera að skipta glugga eða þú fjármagnskostnaði, vaxtakostnaðurinn hefur hækkað og þess áttar. En það er erfiðara að vera með tilefnislausar umfram hækkanir þegar fram í sækir. Ef þú ert að leigja hjá mér og við erum bara með árssamning í einu, þá er þetta að tala um hækkanirnar á milli samninga. Á milli samninga. En ég get alveg, þú bara ferð úr íbúðinni, flyttur til útlanda og ég leigi honum svo bara bæti við 100 skalli þegar ég sitta hann á næsta markað. Það er ekki sem stoppar það. Nei, ef hann segir þá nei, ég hafna þessu leiguverði. Það leiði bara einhverjum öðrum. Það er skortur. Já, það er skortur. Já. Það er náttúrulega eitt sem er ekki verið ávarpa í þessu. Það er þessi veika samningsstaða leigjenda. Það tekur ekkit mið af henni. En þetta ætti þegar fram í sækir, þá ætti þetta geta haft þau áhrif að svona tilefnislausar umfram hækkanir, það drægi úr þeim. En það mun ekki gerast fyrir eftir kannski 2, 3, 4 ár eða svo. En á meðan að húsaleiga, því hún er að hækka mjög hratt, ég tók hana bara saman í dag, ég reiknaði markaðsleigu á húsnæði á leigu húsnæði núna fyrir maímánuð og hún er búin að hækka svona í kringum 70.000 krónur að meðaltali frá því í maí á síðast ári. 70.000 krónur á svona 70 til 110-500 íbúðum. Og hún er á gríðarlegri ferð núna og þetta mun halda áfram náttúrulega hömlulaust og þegar að leiguskráin kemur í gagni og þessi lög verða veruleika hvernig það nú verður, þá mun taka samt sem áður 1 til 2 ár að framkalla þessa breytingasögu sem á svo að verða þessi svona hemill á svona tilmyndsleysar umframhækkanir og meðan erum við að horfa upp á það að húsaleiga kannski hækka 70 til 100.000 krónur ári og það er þetta sem þarf að taka á vegna það er ekki hægt að segja að þegar að húsaleiga á 100-500 íbúð eftir 1 ári komin upp í 500.000, já nú erum við komið með markaðslegu. Þetta er markaðslegan. Og svo má svona fikra sig eftir því.
það er náttúrulega algjörlega glórulaust að það sé bara látið óatalið vegna þess að staðan á markaði ætti alltaf að vera frumforsenda fyrir því hvernig réttindi leigjenda eru skilgreind. Hver er staða þeirra, hver er samningsstaða þeirra? Það er ekki svona talað það í þessum breytingum. Og það er allt svona öll umgjörð það sem þeir sem hafa mest svona horn í síðu þessara laga og breytingar á þessu lögum svona þeir sem eru hlindir svona bara óheftu frjálsu fjármagni að þeir horfa á þetta eins og að markaðurinn sé svona skilvirkur, að sé eins og að sé markaðurinn er alltaf rétt fyrir sér. Þetta eru trúarbrögð. Hann hefur þetta ekki rétt fyrir sér þegar það er svona mikil skortur. Þá er svo mikil halli og þá hallin, hann er auðvitað bara kemur verst niður á leigjendum. Hinnir eru bara í mjög góðri stöðu. En ef það er þannig að markaðurinn býr til skort, að þá þeir sem að trúa markaðinn og þú spyrir hvað getum við gert í því, þá segir að við erum að losa hömlur, við erum að hafa markaðinn enn frjálsari því að hann mun á endanum komið með réttan niðurstöðu. Er það ekki það sem að við erum að glíma við í samfélaginu? Það er bara einhver stjórnlaus trú á að allt inngripin í markaðinn sé í illa og markaðurinn sé ætið þið góða. Já, en ég held að þetta sé bara allt öðru sé markaður. Þetta eru heimili fólks og þeir sem sko taka það að sér að leigja fólki, þeir bera ábyrgð. Og þeir verða undirgangast ákveðnar reglur. Við erum búin að setja fullt af reglum hvernig megi, þú veist, segja fólki. En er ekki lögin lagabreytingin þannig að ef Guðmundur leigir að þér, að þá ber honum skylda að skaffa þér fjármagnskostnaði sem að þú hefur af íbúðinni. Hann getur ætlast í þess. Það eru skyldur. En þú sem leigusali, þú berð enga skyldur á fjárhagslegri stöðu leigjandans. Þú mátt rukka, þú mátt taka 70% af ráðstöfunarfé, 80%. 90, þú taka bara allt. Og þess vegna skiptir miklu máli að það gildi ekki sama að leigja út húsnæði eins og aðra bara fjármálagjörninga. Ef þú vilt gamla með peninganina, farðu þá bara með peningana á hlutafélagamarkað. Eða önnur spilavíti. Þetta er ábyrgð og við erum að tala verkalýðshreyfingin og hefur talað húsnæðisöryggi, að skipti höfumáli af svona húsnæðisöryggi, að fólk þurfi ekki að vera að flytja milli íbúða nema, þú veist, það vilja það sjálft og taka börnin sín úr skólum og svo framvegis. Þannig að þetta skiptir miklu meira máli og það þurfa að vera stranga reglum þetta og þessar reglu sem breytingar á þessu lögum sem eru núna, þær ganga auðvitað allt og skamt, þú veist, segjum við báðir en aftur á móti finnst fólki sumum að hér sé verið að fremja stórkostleg mannréttindabrot á leigusölum. Það er bara málið. En ef að kröfurnar frá verkalýðshreyfingunni og leigjendasamtökunum eru eitthvað sem að víða í nágrannlöndum okkar teljast vera bara normal krafa. Við verðum að hafa eitthvað síðaðan leigumarkað. Við getum ekki haft hann spilavíti, það sem verið að fólk sem býr þarna og við verðum að taka tillit til þess að leigusalinn í veikri stöðu gagnvart leigusalanum. Það er óttin við það að enda út á götu er svo mikill að fólk fristast til þess að samþykkja að borga meira en það raunverulega ræður við og það enda með því að það þarf annarkvort að ganga á frítíma sinn og vinna tvöfalda vinnu eða ganga á tíman með samskiptunum við börnin sín eða ganga bara frá eigin heilsu og félagslegri stöðu til þess að standa undir þessu. Við vitum þetta og víða í nágrannlöndunum er þetta viðurkennt, ekki á Íslandi. Og við erum með stjórnvöld sem eru ekki til í að stíga stórt skref í þess átt að laga leigumarkaðan í Íslandi, heldur örlítið skref. Og þetta er ekki róttækar breytingar á engan hátt. Á engan hátt og við verðum að horfast í augu við það, því þú varst eiginlega að segja við verðum að horfast í augu við hverjir í ríkisstjórn. Og þetta er bara staðreyndin að meðan að Sjálfstæðisflokkurinn er í ríkisstjórn og VG og Framsókn styðja hann. Það hefur verið breyting samt síðan að lögin voru lögð fram síðast. Nú er innviðaráðherra, það er Svandi Svavarsdóttir og þetta er frumvarpið hjá Sigurði Inga, ekki? Jú, hún tekur náttúrulega við þessu. Já, en það er komið inn í þingi náttúrulega. Já, en Sigurði Ingi er hann fjármálaráðherra,
what seems to be the problem? En Segir nú bara. Það er enginn í fjármálaráðuneytinu sem að segja nei við hann lengur allavega. En það var svona, sko, til þess að auðvelda kannski framgöngu þessa frumvarps, þá var verið að hækka húsnæðisbætur í tengslum við kjarasamningana. En það húsnæðisbætur duga náttúrulega eiginlega ekki neitt inn í þessa hækkanir sem við erum að horfa upp á. Og það er Þær muni fara út í verðlagið. Það var nú samdóma álit hagfræðinga verkalýðshreyfinganna sem voru hjá mér í fyrri vikunni. Já. Því að það væri ekki þær aðgerði sem að væri á móti sem væri til þess að hindra það. Það var út af því að við vorum, það hefði þessu lög farið í gegn, allir í desember 22. Eins og þau núna, það er sem með þessum fyrirvörum hvernig maður hækka leigu milli samninga, þegar frá því samningu rennur út, lengri samninga, meira ótímabundna samninga og svo framvegis og forgangsréttar ákvæði. Hefði það verið komið í gegn núna, þá hefði þetta verið snúnara að hækka leiguna milli. Þannig að ég held að það hafi verið mistök að þrýst ekki meira á það að þessi lög færi gegn þá. Þannig að ég segi það dró ekki aðeins tilbaka eða stuðning sinu við frumvarpið? Jú, menn voru ekki sáttir við frumvarpið eins og það kom fyrir. En það uppalega var stofnaður svona hópur frá endurskoðun á húsaleigulögum. Í honum voru eingöngu bara embættismenn. Og það var ASÍ og verkalýðshreyfingin krafist þess að fá að koma inn í hennar hóp og það var fulltrúi ASÍ fekk að vera í hópnum og nei, bara ASÍ en síðan var eitthvað frá SA sem kom að inn líka og öll þessi vinna, ef þú lest gögn frá þeirri vinnu þá sérðu það að þetta er allt saman meira minni einhverja málamiðlanir. Þú veist að menn einhvern veginn legsti samlæðinu sem allir gáttu sætt sig við var notaður sko. Og ASÍ skilaði umsögn út frá þessari vinnu starfsmanns ASÍ sem var í hópnum og húsnæðisnefnd ASÍ var ekki sammála sem Ragnar Þór Ingvarsson er formaður og þeir voru menn voru ekki sammála. Menn voru alls sammála um hugmyndafræðinni þannig séð en ekki hversu stutt var gengið og við erum hér, sitjum allir, ég held allir þrír sammála það að það er alltaf stutt gengið. Þetta er ekki róttakar breytingar á húsaleigulögum en það eru til batnaðar. Og sér í lagi kannski vegna þess að í janúar 2020 hálfu ári eftir að lífskjarasamningar voru undirritaðir, þá var lagt fram frumvarp leigubremsu sem var eitt af þessum loforðum sem að komu út úr þeim samningum. Já, ríkisstjórnin gekkst inn á það eftir lífskjarasamningana. Já, og það kom svo fram inn í samráðsgáttina í janúar eða febrúar 2020. Og hún var eitthvað svo víð að það var ekki hægt að sjá að hún hefði nokkuð gagn. En samt sem áður, þá er sko lögmæti hugmyndarinnar leigubremsu, ef hún hefði náð fram að ganga, þá hefði kannski verið auðveldur að hræra í tölunum þar inni. Við hvað ætti að miða, hvort ætti að miða við byggingavísitölu, launavísitölu eða vera með einhverja leigubremsu. Þá er þetta ákvarða hver leigubremsun er, bara eins og í Danmörku. Þar var, er þessi hugmyndu leigubremsu bara, þetta er bara samþykkt af þessari þjóðinni að þetta er til og þetta er hugmyndu. Það er nú ný lög sem þú sett í Danmörku. Já, meina þetta er bara... Það sem við settu þarna svo þröngt að það var augljóst að þeir ætluðu að lækka raunvirði húsaleigu töluvert yfir COVID-tíman. Já, og þá mátti hækka húsalegum 50% af vísitölu neysluvers og þetta frumvarp fór inn í samráðsgáttina og svo ekki söguna meir. Já, Guðmundur, þetta var umfram það er að segja svona umsamdar hækkunar ferla inn í leigusamningum. Það er að segja ef það var samið ykkur að leiga hækkaði einhvern veginn milli mánaða, þá var þetta þegar kom ný samningur, þá máttu hækka 50% af vísitölu í Danmörku. Ég held að skipti alveg gríðarlega miklu máli að svona leigubremsa hún getur verið með ýmsum hætti. Ein leigubremsa er í raun og veru ótímabundnir samningar og síðan reglur það hvernig með hækka samninga á milli nýra samninga eða þegar nýra aðili kemur inn. Við vorum með hugmyndunum það og ég held að við Guðmundur rættum það
að það mætti ekki hækka leigu á jafnvel þó að kemur nýr lögaðili sem leigusali á sömu íbúð, bara til þess að koma í veg fyrir svona hækkanir. Þannig að það eru ýmsar aðferðir við þetta og ég held það að ótímabundnir samningar, þið munið eftir því 2000, hvernig var það, 18-19, þegar Alma ætlaði að hækka leigu verulega mikið og Vaffer hótaði að draga fjármegni sem voru í fjárstýringu inn í Kvikubanka. Þá hissuðu þeir upp þessu buxurnar og þeir gerðu svona ótímabundna leigusamninga sem voru reynda til 7 ára. En það er sama. Við þekkjum fólk félag okkar sem var í stjórn Vaffer. Hann var inn í þessum pakka. Leigan hjá honum hefur ekki miklu minna heldur hjá mörgum öðrum sem búið í sama stegagangi. Þannig að þetta er ein leigubremsa. Ekki kannski ideal, við meina. En öllum er ljóst sem við vilja skoða að það þurfa að vera mikla réttabætur fyrir leigjendur og það er að verja þá fyrir okri. Öllum er ljóst að leiga er of há, leiga húsnæðiskostnaður tekjulægstu sem að flestir á leigumarkaði er bara ein höfuð ástæða fyrir fátækt í Íslandi. Já, ég get að nefnt bara eitt dæmi í því samhengi að það er mikil umræða leigumarkaðin út í Ástralíu og þar er húsnæðisskortur og menn er að kvarta við því að fjármunum ríkisins ekki var í að byggja húsnæði. Þar hefur fræðasamfélagið og fjölmiðlar tekið mikið þátt í þessu og þetta er mjög yfirgnæfandi samtali í ástralsku samfélagi og eina fréttan sem ég las hljóða þann veg að húsnæðiskostnaður leigjenda í Sydney væri að meðaldali komin upp í 25% af ráðstöfunartekjum. Við erum búin að vera hérna í 45-50% í áratug. Meðaldali og margir miklu hærra þetta. Já, við erum með tæplega 50% að meðaltali. Stefnan inn í bjargi. Og við erum að tala að það hringir engin bjalla og það fer samfélag á hliðina þegar þetta fer upp í 25%. Þá hringir bjalla í forsætis- og félagsmálaráðuneytinu í Ástralíu, en hér er þetta komið 50 og það hringir engin bjalla. Nei, og við erum líka með húsalegu sem hlutfall af kaupverði íbúða bara með því hæsta sem gerist í heiminum hérna á Íslandi. Ok, en þetta er staðan að og þetta er staðan sem allir eiga að vita, sem að vilja vita. Hins vegar er það þannig að það er ekki hægt að ná fram breytingum til batnaðar. Það er svo mikil fyrirstaða hjá þeim sem er að verja hagsmuni þeirra sem er að hagnast á leigjendum á Íslandi. Að segjum að þið myndu vilja sjá breytingar upp á 100, að þá er þetta frumvarp kannski 4,5. Já, en samt er bara ólíklegt að náðist í gegn. Já, kannski ríflega það. En þá er eins og við bara búum og lifum í óvinnalandi. Já, sjá breytt. Mér finnst alveg það núna inn í nefndina komu 24 umsögnir. Já. Það er eins og það bara farið fram almennt herútkall frá viðskiptaráði, þar sem alls konar leigusalar sem voru með nokkur íbúð á Selfossi og svo framvegis voru og það er grimmileg barátta þeirra sem er að húseigendafélagsins, samtök atvinnulífsins, viðskiptaráðs og fleiri Ölmu leigufélags að það nú bara áhugavert að lesa þá grein þá umsögn bara, hún er bara pólitísk fyrir á móti ykkur skonar samfélagslegum verkefnum það er gríðarlegur svona þungi í andstöðu fjármagnsins á móti þessum lögum þó að eins og við vorum að koma inn á þann þetta er bara örlítið breyting og þetta er ekki róttækt. Þetta er bara minnsta eftirgjöf er ósjúr. Ef við gefum eftir í þessu að þá þurfum við að gefa eftir næst og þeir ákveða bara að taka orustuna við þessar smávægilegu lagfæringar. En þá setur eftir hinum megin og þá er það líklega sem að þið eru að velta fyrir ykkur í leigjendasamtökunum, verkefnishreyfingunum og víða. Hvaða taktík á að nota? Að, það hefði verið betra ef að veiku lagabreytingar hefðu náð fram síðast, þá væri allavega staðan okkar skömminni skárri. Það er mín skoðun, já.
þó svo að við sjáum fram á það til þess að ná réttlæti með þessum hraða, þá verður allir löngu döðir. Það er ástæði fyrir því að það er verið að endurvinna lofur trekk í trekk og hérna bara textinn sem við Vaffer skilum en umsögn og það er svona texti sem er búið að svona hann er nánast óbreyttur frá hérna 2018-19 og þá alltaf að þú veist að gera þetta í öllum lofurðum ríkisstjórnarinnar en af því að við höfum bara einhvern veginn ekki verið nógu samtaka eða andstæðan hefur verið mikil eða við höfum ekki verið nógu öflug í verkefnishreyfingunni og beitt okkur nógu mikið fyrir því þessum breytingum og ennþá meiri breytingum að þá hefur ekkert gerst og þannig að við erum alltaf að endurvinna sama lofurði æ og njæ. Ég held þessi bara tími til komin að ef að ríkisstjórnin á að koma með svona eitthvað inngrip í kjarasamninga þá verður einfaldlega að standa við þau lofvörð. Það var að sumuleyti komu inn í lífskjarasamningana, þá voru húsnæðismál framar heldur en í síðustu samningum. Því að síðustu samningar snýrust bara verðbólgu og vexti. Húsnæðismál voru ekki framarlega í þeim samningum. Nei, en þetta er sama... Já, verkalýðshreyfingin, hún hefur bara eitt tromp á hendi og hún neytir trompinu núna í verðbólguna. Já, þetta er partur af þessu, ég meina verðbólgan það er sko svona correlation milli sko verðbólgu og leiguvers og húsnæðisvers. Já, en það er þú getur til lengri tíma þá bæti staða leigjenda ef þú kveður niður verðbólguna en þú breytir ekki henni sérstöku stöðu leigjenda sem er það að búa á óregluvættum okurleigumarkaði. Ég er endar þeirra skoðunar að fyrsta verkefni eru að stækka þennan leigumarkað og halda áfram uppbyggingu bæði Bjargs og Blævar og þessara félaga sem hafa verið að sinna þessu markaði. Ég meina, Danmörku er leigumarkaðurinn að mörguleyti skárri heldur en í Svíþjóð og þar eru bara hlið við hlið, eru svona félag eins og Bjarg og Blær sem eru mjög stóra á markaðunum en það er líka svona frjáls svona engamarkaður líka en hann út af því að það er svo stór svona félagslega eða hvað er að segja þessi non-profit markaður að þá nær ekki engamarkaðurinn að prísa sig bara út maður gæti sagt í Danmörku það er næstu svona eins og byggingasamvinnufélög leigjenda sem eru í Danmörku. Þetta er sem að leigjendurnir hafa... Ja, þetta er sem að átt að vera almenna íbúðakerfi hér, það er svona almenni bóli hér, það sem að leigan er alltaf eingöngu reiknuð út frá upprunalegum byggingakostnaði. 80% af... Leigjendurnir sitt í stjórnunum? Já, 80% af leigumarkaðanum í Danmörku samanstendur af slíku húsnæði. Þess að 20% er svona einkareikið markastrifið leigumarkaður. Hér er stærðin á slíku markaði í kringum 95%. Þannig 20% Danmörku og þetta er alveg rétt ef að þessi markaður, svona óhagnadrifin leigumarkaður er orðin slíkur á umfangi að hann getur farið að hafa áhrif á einkareiknað markastrifna leigumarkað þá er minni þörf á regluverki. Þeir hafa samt leigubremsuna í Danmörku. Já, en þá er minni þörf fyrir þetta vegna þess að þá er stærð félagslega eða óhagnadrifislegumarkaði ígildi regluverks. Hér eru við með samanlagt af félagslegu húsnæði og af Bjargi og Brynju og Blæ við erum kannski með ég veit ekki 6% eitthvað svoleiðis samanlagt. Hitt er bara einkareikið markastrifið hagkerfi og ekkert regluverk. Og ekki engin merki að séu ykkur stórvægilega breytingar. Nei, hvorki ríki eða sveitafélög eru með ykkur stórfelld uppbyggingar áform. Það er þessi félög sem að verkalýðshreyfingin á sem er eiginlega einu uppbyggingafélögin. En þú sér það líka. Og eru til að byggja miklu meira. En í opinberu enga áhuga á því að byggja fyrir þá sem vanta húsnæði. Nei, en Bjarg er búin að á 8 árum byggja 1000 íbúðir. En á sama tíma hafa 3000 íbúðir farið inn á skammtímalegumarkaðinn. Þannig að ef að áhrif af þessum 1000 íbúðum Bjargs með sína 4000 einstaklinga á biðlista eru engin á almenna markaðinn. Þetta er náttúrulega frábært fyrir þá aðilar sem komast inn í Bjarg að komast inn í þetta öryggi og þessa leigu sem er kannski 25-30% lægri
En þetta náttúrulega bara í boði fyrir tiltölulega þröngan hóp og þetta mjög lítið sem hlutfall af markaðnum og á sama tíma erum við með algjört hömluleysi, það verið að sópa upp íbúðum bæði til þess að setja inn á Airbnb og svo inn á þennan inn í þessi rekstrarleyfi fyrir túristagistingu. Þannig að meðan við svona hraðan á uppbyggingu Bjargs að þá myndi það taka kannski svona 2 áratugi fyrir Bjarg að hafa ykkur áhrif á óregluvætan hagnaðardrifinn einkamarkað. Og við getum alltaf bara ekki búið við það að húsaleiga hækki 70 til 100.000 krónur á ári og leigjendur búa við það, íslenski leigjendur, með langhæstu flutningstíðinni í Evrópu og hafa verið það frá 2014. Tölurnar frá Eurostat 2014 sýndu fram á að 90% leigjenda þá á Íslandi hefðu flutt á undangengnum 5 árum. Staðan er svo sama í dag. Reyndar eru leigutímið þeirra líka styst innan þessar 5 ára. Þannig að við erum með hörmulegar aðstæður fyrir leigjendur og við ætlum ekkert að gera að því að vera að tala um að tryggja húsnæðisöryggi þeirra. Ok, íþyngjum þeim svakalega með leiguverði. Látum það borga 70% af ráðstöfunartekjum sínum húsaleigu. En veitum við þá húsnæðisöryggi? Það er ekkert að finna húsnæðisöryggi í þessu frumvarpi. Það er verið að tala um það er verið að vísa í húsnæðisöryggi þegar verið að tala um það að hafa ýta undir fjölgun ótímabundinna húsaleigusamninga með því að banna vísitölutengingu á samningum sem eru til 12 mánuða eða skemur. Og það er bara það er raunur fyrstu 12 mánuðin af leigusamningnum. Það er hugmyndin að það er ekki, þannig að myndi allir leigusamninga bara til 13 mánuða, sko. Þannig að það er verið að tala um það að ekki megi... Það var til tímabundina samninga til 12 mánuða eða skemur stendur. Að sem sagt, ef þú ert með árssamning sem er svona tiltölu algengur, þetta sé kannski svona 20-30% af markanum eru bara árssamningar. Hvað stendur í lögunum? Annarkort er þetta samningurinn til 12 mánuða eða þá að fyrstu 12 mánuðum sé óheimilt að hafa vísitölu tengingu á fyrstu 12 mánuðum. En ef ég myndi gera samningu við þig, Bjarni, í 2 ár og það er vísitölubundið af því að það stendur í lögunum að það sé bara óheimilt að gera vísitölubundna samninga til 12 mánuði eða skemur. Geti ekki rukkað vísitölutengingu bara á fyrstu 12 mánuði? Það er gert ráð fyrir því þegar verið að fjallum í greinagerð frá Alþingi þessa breytingu, þá stendur í 3. málsgrein að leigusala er heimilt að taka mið af vaxta og verðbólgu horfum við ákvörðun leigufjárhæðarinnar. Það er að segja, hann má þá í upphafi þessa 12 mánaða samnings bara framreikna það sem að hann heldur að verði vísitöluhækkanir og setja þar inn í leigufjárhæðina. Það var svo sem alltaf, við höfum rætt þetta ég og Guðmundur líka talsveit mikið að það að ekki heimilt að svona verðtryggja svona stutta samninga, það þýðir í raun og veru það, en með þessar heimildir sem kemur fram hana og þá bara, ef þú heldur að verðbólga verði 8%, þá hækkar bara leigum 10% til að vera að hafa þetta. Og þegar að leigjandinn segir, heyrðu, nei, býtu, þú getur ekki rukkað með þessa leigu markaðslegan, þetta er hærri markaðslegan, þá segir hann, ég tek mið af því að vaxta og verðbólgu þróun næstu mánuða verði svo og svo og ég ætla að leggja það á húsaleiguna. Og það stendur þá í greinargerð með lögunum að það sé gert ráð fyrir því að það sé einn af röksemdum leigusalans fyrir hærri húsaleigu. Þú veist að það er allstaðar búið að stappa í þau göt til þess að koma í veg fyrir það að sé einhvers staðar svona hóla fyrir sem leigusalinn dettur onni varandi það hvort hann getur hækka húsaleigu ekki. Það er allstaðar verið að girða fyrir það. Að sé einhver staðar sem að leigjandi getur sagt, nei, heyrðu, halló, þú getur ekki hækkað húsaleiguna svona. En svo er eitt varðandi þess að 12 mánuði, vegna þess að það verið að tala um þetta að ýta undir ótímabundna samninga. Já, eins og segi, árssamningar eru svo kannski svona 25% af markanum, að ég tel, svona miðað við skoðanakannin sem við höfum haldið úti. Og svo eru svona 65% af samningum vísitölubundnir. Þannig við erum talað kannski þetta séu svona 15% af öllu samningu sem eru vísitölutengdir í dag og eru til 12 mánuða. Þannig að þetta hefur lítil áhrif til þess að ýta undir almenna
almennt fyrirkomulag sem er kannski eitthvað leitið fyrir hendi vegna þess að mjög margir samningar eru til 2 ára og svo heldur ekki til segir að samningar með ekki vera til 13 mánaða. Leið og eru til 13 mánaða, þá máttu vísitölu tengja húsalegu í hverju mánuði og vel að merkja, Íslandi er eina landi í Evrópu, að mér vitandi, sem að vísitölu uppfærir húsalegu samninga í hverjum einasta mánuði. Í hverjum einasta mánuði. Víðast er þetta heimilt að gera þetta kannski einu sinni ári. Já, einu sinni ári. Og þá eru oft líka skilyrt hvaða vísitölu þú mátt vísa í. Belgíu er þetta byggingavísitala, sumstaðar er það launavísitala og sumstaðar er það verðlag, þar sem verðlag er náttúrulega hóflegt. En þetta er algjör stjórnleysi á þessu hér. En er þetta ekki frumvarp, það eru mörg frumvarp lagareldi eitt dæmi, þar sem að virðist vera allt snýst það að tryggja hagsmuni sérhagsmuna aðila, myndi eitthvað segja. Við vorum með frumvarp sem varða lögum núna fyrir vetur þar sem að afurðastöðar voru undanþegnar samkynnislögum, þar sem að breytingarnar á frumvarpinu voru samdar af lögfræðingi eins af afurðastöðunum. Er þetta ekki bara dæmi það að í gegnum ríkisstjórn og alþingi þá nærðu ekki neinum breytingum sem að styrkja almannahag en það er engin vandi að ná fram breytingum sem að venda sérhagsmunina? Mér að minna, er það svoleiðis? Þessar stofnanir vinna bara fyrir eina sem að eiga og ráða? Það er gríðarlega, jafnvel eins og við sögðum á, þetta er ekki róttakar breytingar á lögunum, en andstaðan er hreint ótrúleg, fjármálaseigenda. Þið nefndu þarna fjölda þeirra sem að sendu inn athugasemdir að það væri alls konar leigubraskarar sem að senda þær inn, akkur sendi ekki bara 40.000 leigjendur athugasemdir við þetta? Já. Eða er það úrslitin hverjir sendir flestar athugasemdir? Nei, ég held að því að við erum að tala samráð, þá er ágætt að rifja það upp að þessi starfshópur sem að skilaði af sér þessum tillögum núna í júlí á síðast ári, hann er settur saman í maí 2022 og þá var sendt út bréf til 39 hagaðila held ég að hafi verið. Leigjendasamtökin voru ekki eina af þeim sem fengu bréf, þó að það hefði staðið í tilkynningu frá ráðuneytinu. Við sendum fyrirspurnir á ráðuneytið og starfshópinn og báðum upplýsingur það hvenar og hvert þessi póstur hafi farið, vegna þess að við fengum hann ekki og engin okkar og við fengum aldrei svar við því. En við fengum hins vegar spurningalista í ágúst 2022, sem 3 mánuðum eftir að starfshópurinn hóf starf sitt, að þá fengum við spurningalista með 18 spurningum sem að við áttum svo bara að mæta með þennan lista og fengum hálftíma með hluta af nefndinni þar sem við komumst yfir tæplega heilmikinn af þessum 18 atriðum. Það er allt samráðið á þessu rúmlega ári sem starfshópurinn hefur við leigjendur löggjöf varðar helgustu og ríkustu hagsmuni leigjenda. Það er hálftími við hluta af starfshópnum og það er lengra en það ekki. En samráði við leigusala og fjármagnseigendur og fjárfesta og eignafólk, það var kannski 98% af samráði starfshópsins og endurspeglast náttúrulega sjálfsögð í þeim tillögum sem koma fram. Herðu, Guðmundur og Bjarni, takk fyrir að koma enga á ræða þetta. Ég ætla að halda áfram að ræða þessi lög og reyna að átta mig á því. Ég fæ ykkur kannski seinna þegar ég er búin að ræða við þingmenn og eitthvað fleira. Því að þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvæg lagasetning gríðarlega mikilvægan málaflokk þótt að breytingarnar séu kannski ekki svo ýkja vegamiklar. Hænu fett. Herðu, Guðmundur og Bjarni, takk aftur. Ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagi sem við lifum í. Þið megið koma með eða viljið. Næsti kafli eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.